Komið þið sæl. Ég heiti Sigurlaug og starfa hjá Landvernd. Í vetur hafa fjölmargir framhalds- og grunnskólar tekið þátt í verkefni sem heitir Ungt umhverfisfréttafólk. Verkefnið ætlað ungu fólki og snýst að kynna sér umhverfismál, búa til umfjöllun og miðla til almennings með fjölbreyttum leiðum. Nemendur geta svo sent verkefnin sín í árlega keppni á vegum Landverndar og sigurverkefni fer svo áfram í alþjóðlega keppni. Það bárust mörg glæsileg og fjölbreytt verkefni í keppnina að þessu sinni. Keppt efstu sætin, einnig val unga fólksins en fulltrúar frá 3 ungumennasamtökum völdu. Nú ekki eftir neinu að bíða. Það spennandi að sjá niðurstöður dómnefndar. Ég heiti Snærós Sindradóttir og sat í dómnefnd ásamt þeim Tryggva Gunnarsyni og Ragnhildi Þrastardóttur. Í öðru sæti í framhaldsskólakeppninni matarsóunarverkefni frá Menntaskólanum á Laugavatni. Hér tekst að koma réttu magni af upplýsingum á framfæri mikilvægt málefni á valdeflandi hátt. Verkefni okkar var sem sagt heimasíða matarsóun þar sem við einhvern veginn bara fórum og fórum svolítið ítarlega í matarsóun. Við ákváðum að fjalla matarsóun út af því okkur finnst ekki talað það nóg. Það stundum hverfur. Það dettur út, það er mjög mikið talað það á tímabili og síðan svolítið eins og núna ef við vorum búin að sjá að það var svolítið búið að detta út þessi umræða matarsóun. Krakkar í skólanum eru mjög lítið held ég að hugsa út í þetta. Mér finnst ofta það gleymist. Já. Fólk bara hendi matnum og bara pælir ekkert í, það að henda mat. Við flokkum matinn frá öðru rusli, þannig að það alveg hjálpar en þú hugsa kannski ekkert mikið út í það. Í skólanum okkar held ég ekkert mikil matarsóun með í öðrum skólum. Það var aðalega bara, hvernig á að minnka matarsóun og allt þannig. Og líka svolítið bara hvað gerist ef við hendum svona miklu mat, hvað afleiðingarnar eru. Prófið þetta. Já, takið þátt og... Já. Við áttum ekkert vona að vera hérna í dag. Já. Kynnið ykkur þetta. Já, þetta mjög skemmtilegt að vita þetta. Og veit aldrei hvort þið komist áfram. Nei. Eða vinnið eða... Sigurvegari framhaldsskólakeppninnar ljósmyndin Sweet Destruction frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla. Ein mynd segir oft meira en 1000 orð og þessi listræna nálgun á hækkandi hitastig jarðar og neysluhyggju greip auga dómnefndar strax og vakti okkur til umhugsunar. Takk fyrir það. Verkefni mitt kallaði ég sem sagt Sweet Destruction eða Side Tortiming og ég var sem sagt að fjalla það hvernig mennirnir að sleikja upp auðlindir jarðarinnar og fegurðarinnar og ég bjó sem sagt til svona hálfgerða húmoríska viðlíkingu þar sem að manneskja að sleikja sem sagt ískúlu sem jörðin og því meira sem ég hugsaði þetta því betur fannst mér þetta hljóma og eiga rétt á sér, þannig að já. Ég lærði dálítið inn á heimsmarkmiðin, ég var ekki búin að kynna mér þau rosa vel því miður, en já, og svo lærði ég líka Photoshop fyrir þetta aðeins og já, ég veit ekki. Mér fannst mjög skemmtilegt að vinna þetta verkefni, þetta var svona svolítið listrænt hjá mér allavega og ég fekk hugmyndina snemma og fekk sem sagt mömmu mína sem módel og bróður minn hjálpaði mér svo við eftirvinnsluna þannig að það var mjög svona fjölskylduvænt og skemmtilegt og ég bara mæli með fyrir alla að taka þátt eða úr með góða hugmynd þá er þetta góður svona vettfangur til að koma inn á framfæri. Ég heiti Magnús og í stjórn í sambandi íslenskra framhaldsskólanema. Ég var í dómnefndinni sem valdi val unga fólksins en með mér í nefndinni voru Alma Stefánsdóttir fyrir hönd ungra umhverfissinna og Kolbrún Lára Kjartansdóttir fyrir hönd Landssambands íslenskra stúdenta. Vinningsverkefnið var heimasíðan Áhrif snyrtivara á umhverfið frá Fjölbrautaskólanum í Ármúla. Vel unnið verkefni sem styðst við áreiðanlegar heimildir. Flott að það sé verið að vekja athygli á þessu tiltekna vandamáli vegna þess að það ekki oft í sviðsljósinu og það þarf að fræða samfélagið þær slæmu afleiðingar sem sumar snyrtivörur hafa á umhverfið. Það mikilvægt að vera meðvitaður þá mengun sem hlýst af framleiðslu snyrtivara, þau eiturefni sem þær geta innihaldið og endurvinnsluferlið að notkun lokinni. Verkefni okkar fjallaði áhrif snyrtivara á umhverfið.
skaðleg áhrif. Og hvað áhrif þau hafa á okkur líka. Ég held að ástæðan af hverju við erum að fjalla þetta viðfangsefni því að snyrtivörur ekki að fara neitt á næstunni. Þetta hefur verið þarna í langan tíma og að fara að vera þarna í langan tíma. Þannig að það er bara komið tími til þess að velja umhverfisvænni kost. Akkurat, þetta líka eitthvað sem við notum daglega. Þetta eitthvað sem allir nota daglega og núna allir orðnir meðvitaðir hvernig á að flokka allt varðandi matvörur og annað en þetta finnst okkur hafa svolítið vantað. Við tekið eftir því sjálfar. Það ekkert allir sem pæli þessu og við lögðum líka fram rannsókn í verkefninu sem sýndi fram á það að fólk hefur áhuga en fólk veit samt ekki hvernig það á að farga snyrtivörunum sínum eða hvað áhrif það að hafa. Með tilraun á dýrum, áhrifa snyrtivara, þá það hefur verið talað það áður en ég held að fólk gerir sér ekki greint það hvað þetta er alvarlegt og vítt, sem sagt, með til dæmis snyrtivörur sem við erum að nota á húð okkar eða aðra snyrtivörur sem við notum eins og þrifningavörur eða lyf sem líka notuð í snyrtivöru. Já, þetta er mjög stórt vandamál með dýrapröfun en þetta er samt, það hefur verið talað þetta en alls ekki nógu mikið. Við völdum að búa til heimasíðu, það er bara betra, skemmtilegt að gera, kíkja á það. Það er aðgengilegt fyrir fólk. Aðgengilegt, akkurat. Auðvelt að koma að staðis með upplýsingum með því að setja upp góða heimasíðu þar sem að þú veist hvað þú getur séð. Og auðvelt að klikka bara á linkin og skoða. Ekkert flókið. Já, mjög auðvelt að koma þess á framfæri með heimasíðu. Það var mjög skemmtilegt að vinna svona verkefni í skólanum. Sérstaklega fengur svolítið svona frjálsar hendur og hópvinnan gekk líka bara mjög vel. Við vorum allar, tókum mikið þátt í þessu og höfðum áhuga á þessu og fannst bara skemmtilegt að vinna þetta. Algjörlega. Það hefði líka bara mjög mikil áhrif á mig, þetta var ekkert auðvelt að vinna þetta verkefni. Nei, og opnaði alveg augun gjörsamlega. Ekkert smá mikið, sko. Svo byggum við líka til könnun og ég held að það náðist til alveg mikið af fólki. Og það kom allan á fólk til mín og spurði hvort þau mættu skoða heimasíðuna og svona, svo ég held að þetta hefði höfðað til mikið af fólki. Já, algjörlega. Að vinna í verkefnið er bara mjög gefandi og klálega opnar augun hjá manni. Akkurat, ég mæli með. Já, maður lærir svo mikið af þessu líka og ekki fullt af hlutur sem koma mann óvart sem maður heldur að maður veit en maður veit ekkert Algjörlega, þetta opnar augun. Góðan daginn, Guðmundur Ingi heiti ég og kallaður Mummi, er umhverfis- og auðlindaráðherra. Mér langar að þakka ykkur fyrir öll þessi flottu verkefni sem að þið hafið verið að vinna í verkefninu umhverfisfréttafólk sem að Landvernd rekur hérna á Íslandi. Mér skilst að það séu 10 framhaldsskólar, 5 grunnskólar í verkefninu núna og það er virkilega gaman að sjá hvað þið eruð með mikinn fjölbreytileika í efnisvali og síðan hvað er líka fjölbreytt með hvað hætti þið eru að miðla upplýsingum þessi umhverfismál til annars fólks. Og mér finnst skipta rosalega miklu máli að þið takið þátt í þessu. Ég held að þið eigi miklu auðveldara með að miðla efni umhverfismál til jafnaldra ykkar heldur en ef eitthvað svona miðaldra kall eins og ég fer að reyna að gera það. Þannig að bara kærar þakkir, haldið áfram að þessari braut og í sameiningu þá getum við tekist á við þær áskoranir sem eru framundar í umhverfismálum og það er akkurat það sem við þurfum að gera. Bestu kveðjur til ykkur allra.